Komið sæl. Verið hjartanlega velkomin hingað í loftsalinn í Hafnarfirði í kvöld. Mér langar til þess að byrja á því að kynna fyrirlesarann sem mun vera með okkur næstu kvöld. Það er Björgvin Snorrason. Hann er prestur safnaðarins hér í Hafnarfirði. Og Björgvin, hann er menntaður guðfræðingur og kirkjusagfræðingur frá háskólum í Englandi og í Bandaríkjunum. En hann hefur að mestu leyti starfað við kennslu, bæði hérlendis og eins í Noregi á grunn- og menntaskólastigi, en einnig hefur hann starfað sem stundakennari á háskólastigi víða heim, Bandaríkjunum, Afríku, Indlandi og fyrirlestarinn sem hann heldur hér núna í apríl hjá okkur. Hann hefur haldið slíka fyrirlestra víða og mest á Norðurlöndunum, Noregi, Svíþjóð og Danmörku og við munum því fá að njóta mikillar reynslu þegar hann fræðir okkur hér í kvöld. Efni kvöldsins er mannkynssagan í ljósi spádóma Biblíunnar og þetta er efni sem að Björgvin þekkir vel og ég veit að við eftir að njóta þess. Mér langar til þess að biðja ykkur áður en við byrjum að slökkva á farsímum eða gera þá hljóðlausa því að hér er upptaka í gangi. Við erum að taka þetta upp á myndband og við viljum helst að hljóðið sé ótruflað. Fyrir þau ykkur sem voruð að koma, ég veit ekki hvort það tókuð eftir því öll, en hér frammi var verið að taka við nöfnum og e-mailadressum. Það er eitthvað sem við viljum hvetja ykkur til að skrá ykkur á þessi blöð frammi. Við munum senda hugsanlega eitthvað af þeim gögnum sem að verða flutt. Hér gætu verið, við ætluðum að vera með tilbúin blöð sem við ætluðum að dreifa til ykkar í kvöld, en við munum geta sendt þau allavega á e-mailadressum fyrir þau ykkur sem að hafið áhuga á. Eins ef að það verði einhverjar breytingar á dagskrá þá getum við tilkynnt ykkur það, þannig að það er ekkert á milli mála. En mér langar til þess að bjóða Björgvin hjartanlega velkomin. Gjörðu svo vel. Já, komið öll blessuð og sæl. Það er tæknimaðurinn þarna aftast sem að hjálpa mér til þess að það heyrist í mér. Ég vona að það geri það, held ég að sé komið í lag. Ég á alltaf svolítið erfitt með að hlusta á svona kynningu eins og þið voru að hlusta á hérna rétt áðan. Því mér finnst einhvern veginn ég ekki kannast við sjálf á mig í kynningunni en aldurinn hefur færst yfir mann og það er svona dálítið löng reynsla að baki sem að hefur verið mjög gefandi og ríkuleg á allan hátt. En við ætlum hér í kvöld að þræða mannkynssöguna með aðstoð annars kaflans í Daniels bók og sá kafli hefur haft gífurleg áhrif á marga upp í gegnum bara aldirnar og kaflinn er mjög einfaldur. Hann kynnir fyrir okkur þessa styttu sem við sjáum hérna til vinstri á myndinni og Guð notar þessa styttu til þess að rekja mannkynssöguna í stórum dráttum alveg fram til okkar eigin tíma. Og það er það sem við ætlum að reyna að gera hér í kvöld. Og það hefur nú stundum verið sagt okkur sem að teljum okkur til kristinnar trúar að við séum að fjalla fulloft svokallaðan heimsendi. En miðað við fréttaflutninga þá held ég að sé nú flestir aðrir en kristni menn sem tala heimsendi því að okkur er sagt að það séu þannig blikur á lofti að það geti farið að styttast hérna hjá okkur mönnunum. En Biblían talar að þegar þessi heimur hefur lokið sinni göngu að þá mun Guð stofna hér eilíft friðaríki. Og það
hinn mikla von hins kristna manns. Og hvers vegna spádómar? Biblían hún svarar því sjálf. Amos hann segir okkur að drottinn hann leyfi engu að eiga sér stað án þess að hafa opinberað það fyrirfram þjónum sínum, spámönnunum, allar þær ráðsályktanir sem að búa með honum hið innra. Og Jesús sagði við lærisveina sína skömmu fyrir krossfestingu: Nú hef ég sagt ykkur allt áður en það á sér stað, svo að þér trúið þegar það gerist. Og þannig vill ritningin vekja hjá okkur tiltrú á henni, að hún sé áreiðanleg og að hún sé í sannleika Guðs orð. Sagan í kvöld, hún byrjar í svokölluðu Sínearlandi, en þar hófst fyrsta uppreisn gegn Guði við byggingu mikils turns sem átti að vera miðstöð trúarbragða og menningar og miðdepill framtíðarinnar. En vegna þess að þessari byggingu fylgdi töluverð illska, að þá varð Guð við þeirri bæn barna sinna á þeim tíma að eyðileggja þessar fyrirætlanir. Og hann dreifði fólkinu jörðina til þess að draga úr illskunni, þannig að hún svona eins og settist ekki að á einum og sama stað. Og þegar að herleiðingin á sér stað til Babýlonar af Ísraelsmönnum, að þá segir Daniel að þeir hafa verið fluttir til Sínearlands. En Sínearland Írak í dag, var Mesopotamía, Assyría, Akkad og Súmer. Þetta landsvæði meðfram Tígris hefur haft mismunandi nöfn í gegnum tíðina. En ég held að Daniel sé að tengja herleiðingu Ísraelsmanna til Babýlonar við uppreisnina við Babelturnin, og það eins og það svona hlakki í Babýloníumönnum að nú séu þeir loksins búnir að knésetja Guð himinsins. Einn frægasti konungur fyrstu Babýloníu var Hammurabi. Lög hans voru á margan hátt góð, en þau voru öll refsilög. Og ef þú stalst einhverju þá kannski mistur höndina, gerðir eitthvað annað sem að þú ættir ekki að gera, þá fór kannski fóturinn. Og þannig að þetta voru gríðarlega hörð og vond refsilög sem að voru til lítils góðs í raun og veru. En þar sem við viljum byrja í kvöld, það í hinni svokölluðu nýju Babýlon. Það þessi maður þarna, Nabópolassar, sem að stofnar hinna svokölluðu nýju Babýlon, og sonur hans, Nebúkadnesar, þar sem við ætlum að hefja sögu okkar. Hér sérðu nafn hans á kaldeísku eða arameísku, og þetta bæn föðurins til Guðsins Nabú að Nabú megi vernda frumgetinn son hans, þar að segja Nebúkadnesar. Og það þetta gríðarlega voldugur konungur, og einu sinni var það þannig að menn trúði ekki að hann hefði verið til, og því síður að hann hefði verið byggingameistari. En þið sjáu hérna mynd af frásögn Nebúkadnesars það að hann sé þessi voldugi byggingameistari. En það tók gríðarlega langan tíma að setja þessa steina saman,
og þeir eru til núna í Berlínarsafninu. En þar segir Nebúkadnesar: ég lagði undirstöður hliðanna niður að yfirborði vatns og lét gera þau úr hreinum bláum steini. Á veggjum innri hliðanna eru naut og drekar. Þannig skreytti ég þau stórkostlega með íburðamiklum glæsibrag fyrir allt mannkyn til að horfa á með óttablandinni lotningu. Þannig að skóflan, eins og maður orðar að stundum, hún staðfesti það sem að ritningin sagði, að Nebúkadnesar hefði verið til og hann hefði verið mikill byggingamestari og hann hefði til og með gortað af því hversu voldugur byggingamestari hann hefði verið. Hér sjáum við þessi hlið með drekanum og nautinu. Og hér sérðu stærðarhlutfallið á þessum hliðum og þetta er náttúrulega óviðjafnanlegt mannvirki í raun og veru. Hér sjáum við nautin í mismunandi mynd. Það er einnig mynd af ljónum til skreytingar. Hérna er drekinn. Hann er settur saman úr mörgum dýrum. Það er þá drekinn sjálfur og svo er það höggormshaus og nöðruhorn og spordrekahali og hrammar kattadýra og svo arnarklær. En þessi dýr voru tilbeðin, sérstaklega drekinn var vinsæll. Og hér segir aftur Babylon og Nebúkadnesar að þegar hann eitt sinn var á gangi í konungshöllinni, þá tók hann til máls og sagði: er þetta ekki sú hin mikla Babylon sem ég hef reist að konungssetri með veldisstyrk mínum og tign minni til frægðar? Og þessa setningu drógu menn í efa í langan tíma og notuðu hana sem rök fyrir því að Biblían væri óáreiðanleg. En svo kom það bara í ljós að konungurinn sjálfur segir eftirfarandi: enginn konungur meðal allra konunga hefur nokkru sinni skapað. Engir fornir konungar hafa nokkru sinni byggt jafn stórbrotna og mikilfenglega hluti til handa Marduk. Það er stóri guð Babylonimanna. Ég hef lagt allt af mörkum sem hugsast getur í útbúnað fyrir Esagila, það er musteri Marduks, og til endurnýjunar Babylon. Já, meira en nokkur hefur nokkru sinni gert á undan mér. Og hér sérðu hvað hann byggði meðal annars: 53 musteri, 955 helgidóma, 384 götuölduru, sumarhöll, miðhöll, svifgarða, menningamiðstöð og svo turnin mikla í borginni. Og hér er svona mynd sem að listamaður ímynda sér að þetta hafi hugsanlega geta litið út. Þannig að enn á einu sinni hefur fornleifafræðin staðfest áreiðanleika Biblíunnar. Hér er annar listamaður sem að svona lætur ímyndanaraflið örlítið ráða ferðinni, en glæsileikinn og fegurðin er ennþá hulin ráðgáta, þó svo að það megi lesa í rústirnar örlítið. En það sem að Babyloniumenn höfðu mikinn áhuga fyrir, það var að verða miðdepill alheimsins. Og helsti óvinur Babyloniumanna, það voru Ísraelsmenn. Og árið 605 er það að Nebúkadnesar kemur og vinnur sigur yfir Ísraelsmönnum og eyðileggur musterið, musteri Salomons, sem að er talinn kannski eitt fegusta musteri sem nokkur tíman hefur verið byggt, af því við höfum svo tiltölulega nákvæmar lýsingar á því í Biblíunni. Og allt gullið í musterinu var tekið og farið með til Babylónar, og það var ekkert smáræði af gulli, því að veggirnir voru klæddir gulli.
Og hérna sérðu þessar 3 herleiðingar sem átt sér stað. Svo fyrsta 605 og svo koma 2 í viðbót og þar með liggur Ísraels ríki í auðn. Og drengirnir sem þú sást á myndinni, Daniel, Sadrak, Mesak og Abednego, þeir koma hér við sögu í Danielsbókina á sérstakan hátt fyrir hugrekki sitt. Hér enn ein mynd af hugsanlegum Babel-turni í Babylon. Engin veit nákvæmlega hvernig hann leit út, en hann var að minnstakosti 6 þrepa hár, ef ekki 7, ef ekki 8 þrepa hár turn og gríðarlega stór og mikill. Grunnflöturinn var 90 sem 90 metrar. En nú förum við að nálgast sjálfa söguna. Nebúkadnesar, eins og svo margir aðrir, að velta því fyrir sér hver framtíð þessa heims verður. Og það segir hér í textanum að hugsanir stigu upp hjá honum hvað verða myndi eftir þetta og hann auðvitað langaði til þess að skilja drauminn, en það sem verra var að þegar hann vaknar þá man hann ekki drauminn. Og hann fer fram á það við spekingana sína að þeir ekki bara túlki drauminn fyrir hann, heldur segja honum líka drauminn. Og konungur segir við spekingana sína: mig hefur dreymt draum, og segir með drauminn og þýðingu hans. Og þá svara spekingarnir og segja: konungur, enginn sá maður í heimi, sagt geti það konungur mælist til Og svo kemur hérna dálítið merkileg játning hjá þessum spekingum. Því að það torvelt sem konungurinn heimtar og enginn getur kunngjört konunginum það nema guðirnir einir, en bústaðið þeirra ekki hjá dauðlegum mönnum. Þetta alveg ótrúleg játning sem að þeir koma með hérna. Og Nebúkadnesar, hann reiðist alveg ofsalega þegar að þeir svara honum á þennan veg. Og segir við þá: ef þið segir mér ekki drauminn og ráðningu draumsins, þá verið þið allir teknir að lífi, öll ykkar fjölskylda, hús ykkar jöfnu við jörðu, og það verður ekkert eftir, það verður ekki strá eftir neinstaða þar sem að þið hafið verið. Og þá það Daniel, sem sennilega 21-22 ára gamall, nýbúinn í skóla Kaldea, 3 ára nám, að hann biður áheyrn hjá konungi. Ekki til þess að bjarga sínu eigin lífi fyrst og fremst, heldur til þess að bjarga lífi vitvingana, spekingana og stjörnusmámannina. Sumir hafa eflaust verið bekkjarfélagar hans og hann getur ekki hugsað sér að þessi harði dómur verði framkvæmdur á þessum kæru vinum sínum. Svo hann ekki fyrst og fremst að hugsa sig og sinn heiður og sína stöðu, heldur miklu frekar vina sinna. Og það undarlega vil til að konungurinn segir við hann: þú mátt tala við mig. Og að hebreskur þræll skyldi fá áheyrn hjá konungi þessa volduga ríkis, það var algjörlega óheyrt. Og þá það að Daniel svara konungi og hann segir við hann að þennan leyndardóm, 27. versi þarna, sem konungurinn spyr geta hvorki vitringar, særingamenn, spásagnamenn né stjörnuspekingar sagt konunginum neitt En sá Guð á himni, sem talar við okkur mennina, hefur samband við okkur mennina og andum okkar velferð, hann getur opinbera leynda hluti og hann hefur kunngjört Nebúkadnesar konungi það sem verða mun, ekki bara á morgun, heldur jafnvel á hinum síðustu dögum. Draumur þinn og vitranir þær fyrir þig bara í rekki þinni,
voru þessar. Og þá man konungurinn eftir draumnum þegar að Daniel greinir honum frá hvað það sem hann sá í draumnum. Og hann sá fyrir framan sig þetta gríðamikla líkneski, yfirtaksljómandi og ógurlegt ásýndum. Höfuð þess líktist eða var á skírugulli, brjósta armleggir af silfri, kviður og lendar af eyri og lærin af járni og fótleggirnir sumskortar af járni og sumskortar af leir. Og til þess að gera langa sögu stutta, að þá ætlum við ekki bara að rekja frásögn Daniels af líkneskinu, heldur líka túlkun Daniels. Og hann segir við Nebúkadnesar, eins og segir hér í textanum, þú ert gullhöfuðið. Og svo verður hann að hryggja Nebúkadnesar með því að segja við hann að eftir þitt ríki kemur ríki númer 2. Brjóstið og armleggirnar af silfri merkja að eftir þig mun hefjast annað konungsríki minniháttar en þitt er. Og það, mannkynssagan, hún segir okkur að það hafi verið Medar og Persar. Og áfram heldur Daniel og segir að eftir ríki númer 2 kemur 3. ríkið og kviðurinn og lendarnar sem eru af eyri sem sagt 3. ríkið og við vitum frá mannkynssögunni og ef þú hefur séð kvikmyndir Alexander mikla þá veistu að hann sigraði heimsveldi Meda og Persa. Og það sem sagt 3. ríkið. Við ætlum ekki að dvelja lengi við þessi ríki, en hér svona ævintýralega mynd af þessum unga hershöfðingja og meira að segja Júlíus Sesar öfundaði hann af því að hafa verið svona mikill hershöfðingi, snjall, kænn, áræðinn, óhræddur og hann deyr mjög ungur, rúmlega 30 og enginn veit hvers vegna hann deyr en sagnfræðingar tala að hann hlýtur að fengi mörg sár í þessum mörgu orustum sem hann átti í. Hann hlýtur að hafa verið yfir sig þreyttur og svo voru veislurnar dálítið langar og það var drukkið stíft og svo getur verið hann að fengi malaríu ofan í allt annað. Þannig að það hálfgert kraftaverk að hann skyldi þó lifa þetta lengi eftir allar þær herferðir sem hann á sig lagði. En hér mósaíkmynd af þessum mikla hershöfðingja, konungi, leiðtoga, snilling í raun og veru. Og þetta bara hluti af mósaíkmynd þar sem hann að vinna koma því til leiðar að Daríus III leggur á flótta Persakonungur. Og þá á 4. ríkið að koma í kjölfar sem sagt hins gríska og enn segir mannkynsagan okkur að það auðvitað Rómaveldi. Og það eru til mjög nákvæmir spádómar einmitt uppkomu Rómaveldis og sigur Rómverja. Hér tók ég bara með mynd af Ágústusi sem var lang farsælasti allra keisara af Rómaveldi. Hann Rómverjarnir háðu miklar styrjaldir við Karþagómenn. Karþagómenn voru grimmir, þeir voru siðlausir og stundum þegar þeir fóru í orustu þá áttu þeir til að fórna hvorki meira né minna en 500 börnum á einum degi á öldurum Karþagóborgar í vonum að guðirnir myndi vera með þeim í orustu. Og hérna sérðu þessar svokölluðu púnversku styrjaldir sem háður voru á milli Rómverja og Karþagómanna og 190 það Rómverjar stíga fyrst fæti á grund í Litla-Asíu
og það Antíókus III sem býður ósigur, en endanlegur ósigur hellenska ríkisins þegar Kleópatra deyr, en sérstaklega Rómverjar þekktu fyrir það að hafa lagt undir sig Palestínu og eyðilagt musterið á sama hátt og Nebúkadnesar eyðilagði Salómons musteri. En nú komum við inn í það sem við ætlum að eyða örlítið, kannski meiri tíma í, en núna erum við komin inn á sem sagt 4. og 5. öld og þá það að þjóðflutningarnir miklu fari í gang, þessir germönsku þjóðflutningar sem að bókstaflega splundra rómverska ríkinu í margar áttir. Og hér svokallaður Ódóvakar að reka Rómúlus Ágústúlus frá völdum og ártalið sem þá notað 476 eftir Krist, það talið að þá hafi eins og síðasti blóðdropi hins vestræna rómverska keisaradæmis runnið. Og við ætlum að nota svolítinn tíma núna í fótleggina og tærnar sem eru af járni og leir. Þetta eru 2 ótrúlega óskild efni og spádómurinn talar að járnið muni blandast leir og en ritningin ótrúlega nákvæm en frásögnin af járninu og leirnum dæmigerður hebreskur frásagnastíll. Það byrjað á því að tala hvernig þetta allt endar með þessa blöndu. Að þessi blanda járs og leirs muni leiða það af sér að ríkið mun splundrast. Það mun klofna og síðan hreinlega bara líða undir lok. En ástæðan fyrir því að það hægt að blanda járninu við leirinn að ritningin tekur fram að leirinn mjúkur. Deigulmór mjúkur leir og það mjög auðvelt að taka mjúkan leir og blanda hann hvort sem það grjóti eða járni eða kopar eða einhverju öðru. En ef leirinn harðnar og verður að keramik eða steintaugi, þá náttúrulega splundrast þetta og járnið stendur eftir fyrir sig og leirinn fer sína leið. Og það í raun og veru það sem að spádómurinn að segja við okkur fótleggina og fæturna. En hér hef ég leyft mér að nota frumtextan því að íslenski textinn hann skilar þessari línu ekki nógu vel. Og það sem að spádómurinn segir hér að járnið mun saman blandast við deigulmóinn þannig að leirinn mun blandast með sæði manns. En þó svo að leirinn blandist með sæði manns, þá munu þessi 2 element ekki samþýðast hvort öðru, eins og járnið samlaga sig ekki við leirinn. Og máli mínu til stuðnings, þá ætla ég að vitna í mjög virtan enskan kommentar eða útskýringu á Daníelsbókinni. Og hér sérðu að þessir spekingar sem kunna hebreskuna eins og innfæddir, að þeir þýða setninguna eins og ég þýddi hana áðan.
að þeir munu sem sagt leirin mun blandast járninu eins og verið væri að blanda saman sæði manns og einhvers ókunnugs. Og þetta mjög oft notað þegar verið að, til dæmis þegar Salómon konungur var að semja við nágranna sína, þá giftist hann yfirleitt prinsessum viðkomandi ríkis og þannig blandaði hann sínu sæði við sæði heiðingjana. Og afleiðing þess varð sú að ríkið klofnaði. Salómons ríkið það klofnaði í tvennt. Og það sem verið að tala það að hér eru tvö mjög óskild efni að ræða sem þó einhvern veginn náði að blandast, en sú blanda helst bara við í nokkuð tíma áður en allt splundrast. Og við höfum frásögn svipað ástand í Biblíunni. Því að Biblían hún er þannig gerð að hún útskýrir sjálf hvað hún á við. Hér dálítið merkileg yfirlýsing að mönnum tók að fjölga á jörðinni og þeim fæddust dætur. Og Guðssynir, það er að segja, við myndum ekki nota þetta orðið í dag, við myndum segja hinir kristnu, sáu að dætur mannanna, heiðingjana, voru fríðar og hinir kristnu menn, þeir tóku sér konur meðal þeirra, allar sem þeim geðjuðust. Hér ásist að blanda af heiðni og kristni. Og ef þú lest áfram í Mósebókinni, þá verður þessi blanda til þess að illska mannanna, hún verður svo mikil að Guð tekur þá ákvörðun að þetta geti ekki haldið áfram svona. Og það sem alltaf mjög hættulegt, það að blanda kristnina við eitthvað sem kristninni mjög framandi. Og hér sérðu árangurinn, illska mannsins við þessa blöndu, hún verður svo mikil á jörðinni að allar hugrenningar mannsins voru ekkert annað en illska alla daga. Og sumum finnst við kristnir menn vera allt of harðir gagnvart öðrum, en sjáðu til, vinur, ef þú hugsar máli rökrétt. Tökum til dæmis fagnaðarefndið. Hvar finnurðu fyrirgefningu, umburðarlyndi, tillitssemi, þolinmæði, skilning og svo framvegis? Allir eru sammála að við eigum ekki að stela, en hinn kristni, hann stelur ekki, og hann lýgur ekki, og hann drepur ekki, og hann ræðst ekki á konu náungans, og hann girnist ekki það sem náungin á. Og ef þú tekur öll þessi verðmæti og blandar þeim við heiðnina, heiðnin, þú getur tekið bara gríska heiðni, þú mátt ljúga, þú mátt stela, þú mátt ríja hór. Og grísku guðirnir eru skapaðir í mynd okkar mannana til þess að við höfum afsökun fyrir því að gera það sem rangt. Og hvers konar blanda af hreinni kristni og heiðni, það hefur ofboðslegar afleiðingar í för með sér. Guð segir ekki við okkur, þú mátt þetta ekki. Hann varar okkur við að segja, þetta endar illa. En ef þú vilt gera þetta, þá skaltu gera þetta. Því að Guð höfundur samviskufrelsisins og valfrelsisins, og hann stoppar okkur mennina ekki varðandi það sem við viljum og kjósum. Hann gerir það ekki. Og orðið sem notað að leirin og járnið munu klofna frá hvort öðru eða splundrast,
það sótt í þetta litla orð hérna, peleg, og það þýðir að tvístra. Og það sem að Guð segir í raun og veru við kirkju sína, ef þið viljið blandast heiðninni, þá skulið þið gera það. En það mun ekki hafa neitt gott í för með sér. Það mun orsaka mikla ilsku og svo ilska hún mun enda þannig að ríkið sem að þið myndið á grundvelli heiðni og kristni, það mun splundrast og hafa miklar afleiðingar í för með sér. Og hér kemur þessi yfirlýsing aftur að þessi blanda af leiri eða leir og járni, að það mun hafa miklar afleiðingar í för með sér. Og Kristur sjálfur segir að það ríki sem sjálfur sér sunduþykkt, sem getur ekki verið sammála hvaða að stela ekki, hvaða að ljúga ekki, hvaða að drepa ekki, það mun líða undir lok. Og ég þori nú alla að vitna í hrunið okkar, en hefur einhver játað á sig sekt eða sök? Og hvað gerðu þessi snillingar? Jú, þeir breyttu landslögum þannig að þeir geta sagt, við fórum að lögum. Og Guð, hann varar við svona afstöðu. Og hér aftur þetta sama á ferðinni, og tíminn hann nálgast, því að Guð segir hérna undir lokin varðandi þessa styttu, að á dögum þessara konunga, þar að segja sem ríkja hérna alveg undir lokin, þá mun Guð himnanna hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og við köllum það endurkomu Jesú Krists. Það efni sem við viljum kíkja á svolítið síðar, en nú ætlum við að spyrja mannkynssöguna. Hvernig átti þessi blanda sér stað? Járns og leirs. Hvernig átti hún sér stað? Kristus stofnaði hina kristnu kirkju þegar að hann vígði postulana 12, líka Júdas, til prestþjónustu. En Júdas kaus að hætta og fór sína leið. Við ræðum það ekkert frekar. En Kristur höfundur og upphaf kristinna kirkju. Og Kristur talar sig sem leirkerssmiðinn. En leirinn, hann getur afþakkað það að Kristur móti sig og myndi. Og það sem að Kristur vill gera fyrir okkur, það að kenna okkur að bera virðingu fyrir hvert öðru, fyrirgefa hvert öðru, sýna hvert öðru þolinmæði og tillitssemi og umburðarlyndi. Og hann vill kenna okkur að hætta að stela, ljúga og drepa. Til þess að vitna í frægan Nóbelsverðlaunahafa, Camus, franskur, hann sagði, ég vil helst búa þar sem að bara kristið fólk allt í kringum mig. Vegna þess að ég veit að þá eru allar eigur mína til friðs. Hinn kristni, hann stelur ekki, hann brýst ekki inn og hann lætur konuna mín í friði. En sjálfur hafði hann ekki áhuga fyrir þessum lífstíl, svo að hann hvarf á kvöldin inn í borgina til þess að njóta lífsins svona eins og hann kaus sjálfur. En hvað það? Það sem að Kristur segir okkur, og líka Páll og Pétur, það að það muni koma ofsóknir innan kirkjunar. Og þessar ofsóknir sem koma innan frá eru árásir á grundvallar undirstöðu atriði kristinna trúar. Og það að kristin trú þegar fram í sækir
mun blandast heiðninni. Og þeir vara mjög við þessu, báðir þessir postular, og Kristur gerir það sama í Mattheus 24. En Kristur segir líka í Mattheus 24 að það muni koma ofsóknir utanfrá. Og við vitum að þær byrjuðu með Nero keisara árið 64. Og þeim linnti ekki fyrir en 313. Og síðustu 10 árin af þessum ofsalegu ofsóknum, þau voru rosalega grimm. Það var tekin sérstök ákvörðun í febrúar 303 að knesetja kristna kirkju í eitt skipti fyrir öll. Og keisararnir, þeir létu ekki, þeir brugðust ekki þessari stefnu. Og það ekki fyrr heldur en í febrúar 313 að allt í einu þá bara hætta allar ofsóknir. Og ef þú hefur tíma til að lesa svona sagnfræðibækur sem nú ekki alltaf það skemmtilegast sem að lesa kannski, það geta verið aldrei þurrar, að þá sætir það undrun sagnritaranna að allt í einu hættir ofsóknum á einu ári. Þær eru búin að vera bara eins og eldur í sinu í 10 ár. Og þær eru búin að standa yfir síðan 64 þegar Nero byrjaði þetta. Og svo bara eins og hendi sér veifað og þá hættir þetta allt í einu. En hvað það sem gerist vinni þegar þetta gerist? Hér Konstantín og Licinius. Það hefur þessi svokallaða Mílanó yfirlýsing umburðarlyndi gagnvart kristnumönnum, hún hefur aldrei fundist. Eftir því sem ég best veit. En það eru frásagnir að þeir, þar sem þeir hittust í Mílanó, tóku þessa ákvörðun og það sem vitað það að hún bar árangur. Þannig að þeir hljóta að hafa tekið þessa ákvörðun því að hún skilaði árangri undir eins. En það sem gerist líka í leiðinni það að Konstantín hann svo mikill pólitískur snillingur að hann gerist kristinn að nafninu til en í raun og veru hundheiðinn alla sína ævi. Sagt að hann hafi tekið skírn á banalegunni. Það kann vel að vera. En hér sjáum við hann á fyrsta kirkjuþingi, kristinna kirkju, og takt eftir að þetta árið 325. Þetta skömmu eftir að yfirlýsingin umburðarlyndi gagnvart kristnum mönnum gefin út í Mílanó. Og þá mætir þessi maður, Konstantín, á kirkjuþing kristinna kirkju í Níkeu, og hann gerður að þingforseta kristinna manna eins hundheiðinn og hann Og þegar að kristni menn koma inn, að þá hyltu þeir Konstantín sem guðdómlegan leiðtoga, beygðu kné sín fyrir honum og kysstu skikkjufald hans. Þetta úr 16 binda mannkynssögubók sem AB gaf út á sínum tíma. Hvað hefur gerst í höfði kristinna manna? Að gera þennan heiðingja að þingforseta, krjúpa fyrir honum og kyssa skikkjufaldinn og bókstaflega að tilbiðja hann. Hvað hefur gerst?
Og hér sjáum við Konstantín og svo sérðu sólarguðinn hérna. Hinn ósigrandi sólarguð, Sol Invictus. Og það er það sem hann var. Hann var tilbiðandi sólarguðsins Apollo alla sína ævi. Engu að síður gerður að þingforseta og tilbiðin að heita má af klerkum kristinna kirkju. Hér vinnir á sér stað blandan af leir og járni. Rómverska heiðnin blandast hinni kristnu. Og hérna sjáum við mynd þar sem að undirstöður Konstantínópels eru lagðar. Auðvitað er þetta bara listamaður sem að ímynda sér þetta hafi farið svona fram. En myndin er mjög góð auðvitað, flott listaverk. En þegar að koma hátíðarhöldum í sambandi við hornsteininn og vígslu borgarinnar sem fékk nafni Konstantínópel, þá gengu kristnir klerkar og heiðnir prestar hlið við hlið til þess að þakka Guð ekki bara Guð heldur Guð og biðja Guðina að blessa Konstantín og borgina og framtíð hins bísantíska ríkis. Og hér sjáum við þessa gömlu blöndu þegar synir Guðs giftust dætrum mannanna, og hvað hafði það í för með sér? Það hafði illsku í för með sér. Og þegar ég segi illsku þá þarf ég ekki að segja nema eitt orð: rannsóknarrétturinn. Ef þú kannast við hann. Þessi stofnun sem að ofsótti kristna menn út alla jarðir. Og nú gerast hlutirnir hratt. 27. febrúar árið 380 máttu þeir einir kallast kristnir sem voru kaþólskir. Það er að segja þeir sem bjuggu í Vestur-rómverska ríkinu. Og 8. nóvember árið 392 verður kristnin ríkiskirkja eða opinber stofnun innan ríkisins. Hér þið sjáið hraðan á þessari blöndu af leir og járni. Ofsótt kirkja frá 64 til 313 er orðin ríkiskirkja, þjóðkirkja hins rómverska veldis árið 392. Og svo gerir kristin kirkja það sem að ég tel vera algjörlega bannað. Það er bannað að færa heiðnar fórnir. Það er bannað að lesa innifli. Það er bannað að ganga í gegnum heiðin musteri og horfa á goða líkneski í tilbeiðsluformi. Og svo endanlega heiðni bönnuð og ólympíuleikarnir eru lagðir niður af því að menn voru yfirleitt naktir við þá. En hér fer kristin kirkja út fyrir sín mörk. Hún getur ekki bannað öðrum að vera eins og þeir vilja. Kristin kirkja má flytja friðarbóðskapinn, náðarbóðskapinn, siðferðisbóðskapinn, en hún má ekki setja lög til þess að þvinga aðra til hlýðni við sig. En það er það sem að gerist þegar þessi blanda á sér stað. Þessu er heiðingin vanur að hafa þetta svona. Að ef þú gerir ekki eins og við segjum, þá verður þú tekin að lífi. Og nú er það að kristin kirkja tekur upp þennan ósóma. Og þess vegna er blandan af leiri og járni, rómverskra laga og kristinna gilda. Þetta er blanda sem er mjög vond. Ég má til með að vitna í hann Árna Björnsson.
Kaþólsk kirkja var á miðöldum víðast hvar merkilega umburðarlynd gagnvart fornum siðvenjum nýkristnaðra þjóða, svo framalega sem þær ógnuðu ekki valdi hennar. Viðleitni kirkjunnar beindist einkum í þá átt að gæða gamla siði kristilegum anda og innleiða kristnar hátíðir í stað hinna eldri á svipuðum árstíma. Þessi stjórnkænska kirkjuna birtist snemma mjög greinlega, til dæmis í bréfi Gregoríusar páfa mikla frá því 600 til Ágústínusar biskups af Kantaraborg. Og páfinn segir, takið eftir þessum ótrúlegu orðum: heilög kirkja leiðréttir sumt með ástríðu, ber sumt af þolinmæði, leiðir sumt hjá sér og líður það með íhugun, til þess að hafa taumhald á hinu illa sem hún er ansnúin, líður hún það og leiðir hjá sér. Og er það furða þó að Árni Björnsson noti þetta orð hérna, huldurhrútslegt. Þetta er huldurhrútsleg yfirlýsing. Hún er svo loðin og hún er svo einhvern veginn fölsk að sko Árni hann á ekkert orði yfir þetta nema þetta orð, og þetta er að fletta upp á því í orðabókinni. Þetta er ekki mjög glæsilegt orð. Og það sem nú gerist er það að þegar að sko Konstantínus og Theodósius eru búin að veita kirkjunni brautagengi, þá er það frankarnir sem að slást í lið með kirkjunni, og Klodvík hann tekur skírn og gerist nokkurs konar keisari 508 í Vestur-Rómverska ríkinu, og þar með lagður hornsteinn að hinu svokallaða heilaga rómverska keisaradæmi, sem að verður pólitískur og hernaðarlegur armur kirkjunar upp í gegnum allar miðaldir. Ég held að við stöldrum hérna bara stuttlega við hann Justinianus, en hann lætur safna öllum rómverskum lögum í eina bók. En það sem gerist líka er það að kirkjulögin, þau fá inngöngu í þessa lögbók hérna, þannig að kirkjulögin hafa sama vald yfir manninum á þessum tíma eins og hinn borgarlegu lög. Og ég tók með mér Grágás svona bara til gamans. Ég ætla ekki að segja hvað ég borgaði mikið fyrir hana. En hún er náttúrulega upphaflega byggð á Frostaþingslögum, norskum, og Gulaþingslögum frá 930. En þegar Grágás er skrifuð svona í kringum 1150 þar bil, að þá er hún líka tróðfull af kirkjulögum. Hér hefur hlið við hlið leir og jafn, pólitískt ríki og kirkjulegt vald. Og kirkjan hefur sama vald yfir þegnum sínum eins og hinn borgarlegu lög. Og þessa blöndu er Guð mjög ósáttur við. En við skulum halda áfram göngu okkar. Hér er sem sagt páfinn loksins búinn að fá viðurkenningu á því að hann er æðstur allra kirkna í Vestur-Rómverska ríkinu. Og svo er það Karlamagnús sem tekur við af Klodvík og gerist hægri hönd kirkjunnar, hernaðarlega og pólitískt. Og hér eru aðrir keisarar af þessu heilaga rómverska keisaradæmi. Við förum hratt yfir sögu hér. Og hér sérðu mynd, ljósrituð úr Sagan öll. Og hver er það sem situr í æðsta hásæti? Jú, það er páfinn, svo kemur keisarinn, konungurinn og aðalsmaðurinn, kardinálinn og biskupinn, og svo koma lægri stéttir. Og hér sérðu á þessari mynd hvernig leirinn og járnið hefur blandast saman og er komið í eina hjónasæng. Og ritningin hún varar við því að þessi blanda sé ekki góð. Biskup Rómar er þannig orðinn nýr keisari og hinni kristnu líta á Rómarborg sem höfuðborg heimsins,
en þar ekki lengur keisari í hásæti heldur biskup. En ríkið mun klofna og ríkið, þetta volduga ríki sem var til í sirka 1250 ár, þar sem leirinn og járnið blandað saman, kirkjan og ríkisvaldið. Splundrunin kemur þegar franska stjórnarbyltingin fer af stað. Þá alþýðan búin að fá nóg af þessari blöndu. Konungurinn, aðalstéttin og yfirstétt kirkjunnar eru svo búin að mergsjúga þjóðina í gegnum árhundruð að fólki sagði hingað og ekki lengra. Við höfum ekki brauð á borðum, við eigum varla föt á skrokkin okkar og við höfum tæplega þak yfir höfðu okkar og það vegna þess að þessi vonda stofnun ríkis og kirkju búin að mergsjúga allt sem til í þessu landi. Og það sem gerist að franska stjórnarbyltingin, framkvæmdaráð frönsku stjórnarbyltingarinnar, tekur páfann til fanga. Auðvitað það bara tákgrænt að taka hann til fanga og senda hann í útlegð. En hér með franska þjóðin í raun og veru að lýsa því yfir að tími blöndunar járns og leirs sé á enda. Og hér páfinn sem var tekinn til fanga og hér það að Napóleon vinnur afgerandi sigur við Austerlitz í Austurríki og það hefur það í för með sér að hann þvingar Frans II sem keisari hins rómverska heilaga keisaradæmis til þess að segja af sér. Þar með lýkur samstarfi leirs og járns, ríkis og kirkju. Og hér svona eftirskjálftar getur við sagt, því að annar páfi tekinn til fanga, þessi hérna Píus VII. Og hér það að ég með yfirlýsingu frá kaþólsku kirkjunni sjálfri. Þessi tveir höfundar sem hún sér hérna, þeir hérna báðir kaþólskir, vel menntaðir eins og sérð, og þeir segja að við upphaf 19. aldar stóð kirkjan á bafni hyldýpis. Páfinn var látinn í franskri fangavist, kirkjur og klaustur stóðu tóm, á flestum stöðum höfðu eignir kirkjuna verið gerðar upptækar og starf prestanna bannað og takmarkað. Hér leirinn orðinn það harður að ríkisvaldi segir hingað og ekki lengra. Og það hérna önnur svona tilvitnun við lok 18. aldar álitu margir að kirkjan væri að því komin að líða undir lok. Píus VII. Páfi lést í útlegð, óteljandi kirkjustofnanir voru rústir einar, allsstaðar voru andstæðingar kirkjuna við völd og allt kirkjulíf var að dauða komið vegna þess að þunga fars sem lögregluríkið var. Guðsþjónustan var bönnuð á mörgum stöðum, prestar ofsóttir og fyrirlitnir. Og Páll Jóhannes páfi annar, hann kallar þetta tímabil frá frönsku stjórnarbyltingunni sem startaði 1789. Hann talar þetta sem óvirkni kirkjunnar í pólitískum málum. Og Páll Jóhannes annar, hann hét því að hann skildi inn í pólitíkina. Og hann kemur inn í pólitíkina. Hér vitnað í bók eftir Alistair McGrath sem prófessor við Oxford-háskóla og hann talar þetta óvirka tímabil kirkjunnar sem tímabil guðleysisins. Því að þessar stjórnarbyltingar sem skullu á 1789 og 1830, 48 og 71 að þetta voru allt byltingar sem ekki bara vildu ákveði réttlæti fyrir þegnana, heldur losuðu sig við allt sem hét Guð og kristni.
og ég skil það vel vegna þess að það var kristin kirkja sem hafði eyðilagt líf almennings víðast hvar í Evrópu á þessum tíma. Og hérna sérðu óvirknina sem páfinn talaði og hér sérðu útbreiðslu guðleysinnar. Við köllum það Sovétríkin og Kína og hér Kúba þetta. Og kommunismin hann stóð mjög sterkum fótum 1980 í raun og veru. En það sem spádómurinn segir okkur að þessi óvirkni, hún mun aftur verða virk. Það er að segja, páfinn mun aftur koma inn í pólitíkina og stjórnmálin og skilja eftir sig veruleg spor. Og það gerðist þegar að Reagan og Jóhannes Páll II hittust í Vatíkanbókasafninu mánudaginn 7. júní 1982. Þar urðu þeir sammála það að vinna að því öllum árum að knésetja kommunismann. Og þeir ætluðu að gera það með því að trufla allt atvinnulíf í Pólandi svo hrikalega þökk sé samstöðu að kommunismin þar myndi líða undir lok og ef þeir gætu knésett kommunismann í Pólandi þá væri greiður aðgangur að hinu ríkjónum og jafnvel Sovétríkjónum. Og það vissi enginn þetta heilaga bandalag. Þú sér hvenær greinin skrifuð hérna. Hún skrifuð 10 árum seinna, eða meira en það. Og það sem að mér finnst svolítið ógnvænlegt það að þessi kirkja sem á sína miðaldarsögu og hvernig hún notaði pólitískt og hernaðarlegt vald til að koma ásinni fyrir borð, nú hún aftur að koma inn í pólitíkina. Og þegar að Jóhannes Páll II mætti hjá Evrópusambandinu, hvað var það sem hann bað um? Hann sagði, færið mér kristna Evrópu, þannig að við getum endurreist vald kirkjunnar frá miðöldum og aftur leyft kirkjuna að koma inn í stjórnmálin og hafa áhrif. Og margir náttúrulega þakka honum fyrir það að kommunismin leið undir lok, það er að segja kalda stríðið, ef við getum orðað það þannig. Og hér sjáum við mynd af falli Berlínarmúrsins og hér það á jóladegi að sovjerski fáninn dreginn niður og rússneski fáninn kemur á húni og Sovétríkin dauð. Og hver það sem fer með sigurinn? Það páfinn. Sjáðu mannfjöldan hérna. Og ef þú lest greinar frá þessum tíma, að þá segir meira segja Gorbachev í ítalska blaðinu La Stampa að það sé þökk sé páfanum að kommunismin og Sovétríkin og kaldastríðinu lauk. Og hver myndi ekki svona á vissan hátt þakka páfanum fyrir að koma þessu til leiðar ásamt Bandaríkjunum, ásamt Evrópusambandinu, ásamt NATO. Og hvað var það sem þeir notuðu? Jú, þeir notuðu munka og nunnur og ferðamenn og allt milli himins og jarðar til þess að koma áróðunum inn í Pólland og eyðileggja Pólland þannig innanfrá, þannig að það hrundi í vonum að Sovétríkin myndu fylgja eftir og sömuleiðis Austur-Evrópa. Svo hér aftur á ferðinni nokkurs konar samruni járns og leirs og þetta yfirlýsing úr hvað heitir blaðið aftur? Þetta ekki Sagan öll, þetta hitt blaðið hérna sem fjallar vísindi og annað þess háttar. Já, lifandi vísindi. Og hér verið að tala það að núna í raun og veru Páfagarður aftur orðið að þessu miðaldar stórveldi sem að það einu sinni var. Og mér langar til þess að bara eyða nokkrum mínútum í þetta hérna.
Þetta er Evrópusambandi. Hér segir að kaþólsk kirkja hefur stutt hugmyndina sameinaða Evrópu kröftulega því að hann vill endurvekja samanlagða kristni. Þetta er þýtt úr norsku og orðið sem notað er hérna í norskunni er að gjenreise, það er að segja endurreisa kristnina í þeirri mynd sem að kristnin var í á miðöldum. Og þetta er frjálsverslun og hún er að stinga upp á því að hugsanlega gæti Evrópusambandið orðið fjórða ríkið. Fyrsta ríkið var hið heilaga rómverska keisaradæmi. Svo kom ríki númer 2. Það var ríki Vilhjálms fyrsta og annars sem að fyrri heimsstyrjöldin eyðilagði. Svo kom þriðja ríkið og við vitum hver stóð fyrir því. Og hér hefur einn af arkitektum Evrópusambandsins, ég vona að sé ekki margir Evrópusinnar hérna sem að taka í mig á eftir, en hér er einn af arkitektunum, forsætisráðherra Belgíu yfirmaður NATO, svo eitthvað sé nefnt. Sjáðu hvað hann segir í ævisögu sinni. Það má ekki boða fólkinu Evrópusambandið því að þá mun það andmæla. Sambandinu verður að læða inn bakdyr frjáls markaðar, fjármagns og einstaklinga. Þegar landamærin hverfa verða stjórnarhættir og lög einstakra landa að hverfa með öllu. Getur við fengið að skýra það? Þetta er einn af arkitektunum. Og það sem ég er að reyna að segja er það að ef Evrópusambandið verður fjórða ríkið og hægri hönd kaþólska kirkju, þá er ég svolítið hræddur. Því ég get ekki hugsað mér að kirkjuvald og pólitískt vald fari saman. En spádómurinn segir okkur að það geti gerst en það muni standa yfir í stuttan tíma. Já, við munum vel eftir öllu þessu ágæti Hitler, en við höfum ekki áhuga fyrir því að þú komir aftur. Og hér sérðu þá, ég hef búin að fara korter yfir tíman sem ég lofaði, en hér sérðu þessa ótrúlegu röð spádóma. Nebúkadnesar, þú ert gullið. Eftir þér koma Medar og Persar, svo koma Grikkir, svo koma Rómverjar, svo kemur járnið og leirinn, páfadæmið og hið heilaga rómverska keisaradæmi. Og við erum komin 200 ár rúmlega eftir 1798 þegar að páfaveldið fær sitt banasár, þegar að ríki og kirkja splundrast og við erum komin það langt að páfadómur er að reyna að komast aftur inn í stjórnmálin. Og þeir reyndu allt sem þeir gátu til þess að komast inn í löggjöf Evrópusambandsins og það getur vel verið að þeim takist það, sumir telja að þeim hafi tekist það, vegna þess að það eina sem gerðist við endurritun löggjafar Evrópusambandsins var að orðavalið var annað en innihaldið var nokkurn veginn það sama. En hér erum við þá búin að fara langan veg og segja kannski allt og mikið á stuttum tíma, en hér hefur sem sagt Guð brugðið upp mynd af gangi mannkynssögunnar alveg frá tímum Nebúkadnesars og til okkar eigin tíma. Og við förum að mínum að nálgast þann tíma að Jesús hugsanlega komi aftur. Jesús segir það veit engin tíman né stundina og við erum ekki að tala það heldur. En við erum að tala að atburðarásin er orðin þannig að endurkoman hlýtur að fara nálgast. Og það eina sem Guði er annt
að þú sért viðbúin. Hann segir við Amos spámann sinn að hann vilji að börn sinn viti nokkurn veginn hvað tímanum líður, hvað atburðarásin, hverju hún að segja frá, og að við þess vegna getum verið viðbúin atburðum sem annars myndu koma okkur á óvart. Guð hann ekki þannig að hann þvingi neitt til fylgis við sig, né heldur vill hann tróða sínum skoðunum upp á aðra, en það vill þannig til að ritningin, ef ég má orða það þannig, hún skrökvar aldrei. Hún gerir það ekki, vinir. Og Guð vill að við vitum hvar við erum svona nokkurn veginn stödd í sögu þessa heims, þannig að við getum svona tekið réttar ákvarðanir miðað við hvar við erum stödd. Ég ætla ekki að teygja lopann, en ég þakka innilega þolinmæðina. Það verður örugglega svona tekið í hnakkadrambinn á mér á eftir og sagt við mig, heyrðu Björgvin, þetta var aðeins og mikið á disknum í dag, en það verður ekki jafn mikið á disknum á þriðjudaginn. Þá ætlum við að gleðjast yfir spádómum sem voru skráðir varðandi fyrri komu Jesú Krists, og þeir eru ótrúlega skemmtilegir og ótrúlega nákvæmir. Við fáum meira að vita frá Daniel 9 að Jesús myndi koma árið 27 til Jórdan til þess að láta Jóhannes skýra sig. Þannig að það líka svona að mínum mati mjög skemmtileg, hvað ég að segja, spádómaröð, og ég segi eins og sumir aðrir að spádómarnir og hvernig þeir rætast, það svona er akkeri fyrir mig allavega varðandi það að treysta Guði. Og mér finnst það voðalega gott að mega treysta honum. Ég er fullorðinn, ég er gamall, ég veit ekkert hvað ég lifi lengi, en þegar að Jesús kemur aftur, þá kemur hann til að skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og ég veit að ég hef vitnað oft hérna þegar ég að flytja Guðsþjónustu í orð séra Sigurbjörns Einarssonar, fyrrverandi biskups. Og mér finnst þau alltaf jafn yndisleg. Og hann lætur þau falla skömmu áður en hann deyr. Ég held þetta sé síðasta viðtalið við hann í sjónvarpi. Og hann spurður að því, hvað er það sem þú hlakkar mest til? Svarið upprisunnar og nýs himins og nýrra jarðar, þegar að Guð skapar allt upp á nýtt, og það verður engin dauði, engin elli, engin sjúkdómur. Bara eilíft líf í öryggi og fögnuði án endis. Ég verð að segja það að ég þakkaði svona í huga mínum gamla mannum fyrir það að segja þetta skömmu áður en hann kvaddi þennan heim. Takk fyrir komuna. Ég skal ekki tefja ykkur lengur, en velkomin aftur ef þið hafið tíma. Takk fyrir. Já. Ég ætla ekki að tefja ykkur, en ég nefndi það ekki upp af, en þið megi stoppa mig og spyrja á leiðinni, Það er meira velkomið. Ef það er eitthvað sem geti verið aðeins skýrara.
En erum við smá með hressingu eða eitthvað? Við þökkum Björgvin kærlega fyrir fyrirlesturinn í kvöld. Við hlökkum til að sjá ykkur sem flest aftur næsta þriðjudagskvöld. Ég held að það verði mjög skemmtilegt erindi sem hann flytur þá þessa spádóma sem hann nefndi, fyrri komu Jesú Krists. Fyrir þau ykkar sem komu kannski of seint, þá vil ég minna á að fram eru listar sem þið getið skráð ykkur á, bara nafn og e-mailadressu. Það kann að vera að við getum sendt ykkur einhver gögn sem tengjast þessum fyrirlestrum og eins ef það einhverja tilkynningar varðandi seinni fyrirlestra sem að koma í aprílmánuði, að þá höfum við tök á því að senda ykkur upplýsingar það ef einhverja breytingar skildu vera eða eitthvað annað. Það boðið upp á hressingu hér, þannig að ykkur velkomið að staldra við og fá ykkur sopa og smá keksbita og spjalla eða viljið. Ég ætlaði að vera búinn að búa til ljósrita þessari mynd sem þarna á veggnum. Það að segja þessari hérna. Ég er búinn með 99% af henni og framhliðin verður eins og sjá hér og bakhliðin verður svo með upplýsingar en annarkvæmt fáið það sent í pósti eða þið fáið það næst þegar komið. Þá þakka ykkur bara kærlega fyrir kominu kvöld.